Anna Katrín, takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir að bjóða mér og til hamingju með þessa glæsilegu samkomu. Þetta var mjög heimilislegt hjá forsætisráðherra hérna áðan sem sagði basically að Kata ættir að redda þessu. Já. Þú segir sjálf í blaðinu sem hérna á borðunum, ferðarþjónustundagsblaðinu að tími aðgerða sé runnin upp. Við höfum sannlega tekið eftir því að það stendur til að fara í aðgerðir. Sumar finnst okkur ágættur og aðra kannski ekki Nú ertu að taka þetta var illa gert og nú ætlum ég bara að kalla því Jóa sko. En sko ég tók nokkrar hendingar úr þessu blaði. Já. Svona bara upp, óvissa, blikur á lofti, óveður ský með eitthvað sem að fjármálaráð þeirra nefndi nú á Alþingi fyrir skömmu síðan í ferðaþjónustunni, samkeppnisefni og stöðuleiki, orðræða greinina á villigötum, markasetning, mikilvægt vopn. Við heyrðum hérna rætt áðan margt sem að koma, við erum að horfa á gríðarlega breytingu á vörugjöldum á bifreiðar, kostnað á bílalegur og hópferðafyrirtæki, við erum að horfa á síðan fyrir það náttúru innviðagjald sem er á þínu borði. Akkurat. Mér langar kannski svolítið að spyrja það í svona þessu stóra samhengi, það er mjög margt sem er að skella á greininni núna þegar við tökum þetta saman. Hver er staðan á þessu náttúrugjaldi, kannski númer 1, er skynsamlegt að fara að leggja það á núna? Ætlið að halda ykkur við það og þá í öðru lagi, hvað getur þú sagt okkur það ef það er stefnan? Já, takk fyrir. Mér langar aðeins af því að hér hefur verið rætt vörugjöldin og kílómetragjaldið sem ég átta mig alveg á að heggur í ferðaþjónustuna eins og þetta stendur að minnstakosti einhver tíma vegna þess hver stór hluti bara bílaumferð almennt er í ferðaþjónustunni. En það er samt þannig að þetta er ekki sett á ferðaþjónustuna og þetta er hlutur sem hefur verið í umræðinu og í bígerð töluvert lengi, annars vegar kílómetragjöldin til þess bara að svara því svo að það komi áfram inn tekjur til þess að byggja upp samgöngur í stað olíu- og bensíngjalda og síðan vörugjöldin þar sem að markmið og hefur verið lengi að hvetja til hreinorkubíla. Ég meina þetta er hinn stóra mynd og mér finnst bara mikilvægt að því sé til haga haldið. Síðan er það þetta að innviða á náttúrugjöldin sem eru í bígerð. Það er yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar með þessa atvinnugrein sem og aðrar sem nýta náttúruauðlindir að það sé tekið eðlilegt gjald af þeim. Markmiðið með þessu er annars vegar að fá fjármuni inn til þess að byggja þessa sömu áfangastaði og aðra til upp og lengra markmið þá að ná smám saman byggja upp fleiri áfangastaði víðsvegar landi til að hjálpa til við þetta markmið heilsársferðaþjónustu og ákveðna dreifingu. Við erum ekki komin þangað. En nú erum við með 200 milljarða í skattsporið. Já. Er það ekki nægilegt til þess að nýta í? Nú sjáum við til dæmis að framlög í framkvæmdasjóð ferðamannastaða hafa ekki hækkað raungildi mjög lengi. Nei. Fylgja ekki gamla markmiði gistináttaskattsins það málum svið hjá þér til dæmis hefur ekki hækkað mjög lengi. Alveg rétt. Er ekki vandamáli bara að stjórnmálamenn er ekki að nýta skattsíð frá ferðaþjónustunni í þau verkefni sem sagt er að þurfi vegna greinurinnar? Ég meina, þetta er alltaf spurning hvernig við nýtum skattfé að sjálfsögðu, en aðeins talandi fjárheimildirna, það eru þetta fjárheimildir í öðrum ráðuneytum sem varða ferðaþjónustuna beint eins og vegasamgöngur og önnur uppbygging. Heilbrigðisþjónusta, þetta eru allt hlutir nám í ferðaþjónustu. Það eru færri ráðuneyti en fleiri sem að beinlinis eru að vinna fyrir þessa atvinnugrein og það er líka það sem var að gera hana svo sérstaka fyrir utan það að vera stærsta atvinnugreinin okkar, svo atvinnugrein sem við sjáum fram á að vonandi vaxi enn frekar, þá er þetta líka atvinnugrein sem snertir hvert einasta mannsbarn beint og óbeint, þannig að þetta er einhvern veginn allt líkjandi og það kemur líka til við hvernig uppbyggingin þarf að eiga sér stað. Og þú spyrir, er ekki nægilegt hefðbundi skattspor og auðvitað eru 200 milljarðar gríðarleg fjárhæð, en við þekkjum líka umræðan í samfélaginu okkar í dag, það vantar
innspýtingu, það vantar fjármagn inn í vegasamgöngur, uppbyggingu ferðastaða, það vantar líka fjármagn inn í heilbrigðisþjónustuna okkar, sem að reyndar ekki ferðaþjónustu álagið, en ég bara að segja, það þarf pening svo víða, þannig að við þurfum á því að halda að þetta fjármagn komi inn, en mér langar að segja annað, að því þessi umræða, og það kom nú fram hérna umræðin áðan, ég var að reyna að rifja upp hvenar fyrst bara á alvöru umræðu og tilraunum til að setja hérna á svo kallar náttúrupassa eins og þetta hét þá, það er þarna seinni hluta kjörtímabils 2013-16. Síðan hefur gríðarlega margt gerst, sennilega voru við ekki tilbúin þá. Síðan hefur margt gerst. Eitt af því sem hefur gerst, samhliða vexti ferðaþjónustu, er að það hefur verið orðið byggst upp mjög brotakend og handahófskend, líkum ég við að segja, gjaldtaka á einum ýmsu stöðum í einkaeigu, sem við höfum lítið að segja, stöðum í eigu sveitarfélaga og stöðum í opinberri eigu í þjóðgörðunum okkar. Þannig að það sem að ég hef verið að gera núna og vinna að er að safna gögnum vegna þess að það er ekki markmiðið að flækja stöðuna heldur frekar einfaldana og ég ætla bara að vera hreinskilin með það þegar ég á samtöl við fulltrúa erlendra ferðamanna, hvort sem það eru samtök, þetta er alltaf að tala þegar ég hitti sendiherra erlendra ríkja sem hér eru statið, þeir verið alltaf að fara að tala ferðaþjónustu. Þá er það ekki það að þeim óaði því að fara að greiða fyrir aðgengi að áfangastöðum, vinsælum áfangastöðum. Svo lengi sem það fer í skynsamlega uppbyggingu á ferðaþjónustunni og að þessum stöðum og öðru. Þeir eru að bilast yfir þessu flækjustígi og þeir sjáu bara sjálf fréttir af þessu. Þetta er hluti af vinnunni sem við erum að fara í. Þannig að það er einföldun og það er skilvirkt kerfi. Og að því hér kom ég ágætu yfirferð Konráðs áðan, eitt af því sem að mér finnst mikilvægt að við gerum til að efla frekar þessa mikilvæga atvinnugrein er að nýta tækninýjungar og það eru við að gera með þessu. Þannig að þetta er að gerast. Það verður alltaf. Ég meina þetta verður betur en þeir. Ég ætla bara að leiða mér að fullyrða það. Það er líka að koma mér á óvart hvað rauntölur þessa atvinnugrein eru ekki jafn kerfisbundið safnað og haldið utanum og notaðar eins og ég hefði haldið. Ég ætla bara að segja það. Við getum verið sammála það, gagnaöflun og rannsóknir getur verið og það er erfitt að byggja ofan á þær tölur ef maður treystið þeim ekki. Getum við má af því sem þú segir skilja að nú nefndur náttúrupassan áðan frá 2014-15 þegar hann fór ekki gegn að þá voru sett á bílastæðagjöld sem þjónustugjöld víða land. Má á þér skilja að það sé verið að horfa til þess þá að minnka slíka gjaldtöku þá á móti einhvers konar nýju náttúru og innviðagjaldi? Það er verið að horfa til þess hvernig við getum einfaldað þetta. Það er eiginlega eina sem ég ætla að segja núna. Það verður gjaldtaka, hún verður að stórum hluta nýtti þess að byggja upp þessa atvinnugrein enn frekar en líta að koma inn í samneysluna af því að það er álag á ýmsa þætti sem að bæði íbúar þessa lands og gestir nýta. Við erum með það tölu ferðamenn sem koma til landsins núna á ári þetta það bil 60.000 ferðamenn á dag. Það er þokkalega stórt hlut alltaf þeim sem fyrir eru. Þannig að það þarf að skoða þetta í samhengi. Nú er hérna akkurat þetta þú segir við þurfum að nýta peningana til þess að byggja upp innviðina og við höfum nú svona síðustu mánuði rætt svolítið það í hvað peningar og svona gjaldi þyrft að fara í og það er tvennt sem að ég veit að brennur svolítið á fólki varandi það að því gefnu að þetta verði að veruleika sem að ég held að margir krossin og fingur á bakvið bak að það verði ekki en sjáum til hvernig tryggjum við þá að peningarnir í rauninni fari í því umhverfi sem við erum í núna, fjármálaumhverfi? Getum við tryggt að peningarnir fari til verkefni eins og markaðssetningar með gríðarleg þörf á og kannski með það sem við höfum svona séð í áskorunum ein mikilvægasta stilliskrúan sem við getum nýtt, einhvers konar framtíðarsýn í því og eins þá í gagnaöflun rannsóknir og uppbyggingu á ferðamannastöðum. Getum við tryggt þetta? Og hins vegar kannski bara það er áætlað að leggja fram frumvarp í nóvember, það er bara eftir 10 daga. Er þetta að fara að gerast? Á ég að tala núna? Þetta fyrir spurningin tryggt,
Þetta ætlunin. Við þekkjum lögum, opinber fjármál, markaðstekjur og annað slíkt. Ég meina, þetta það sem við þurfum að gera, það sem við ætlum að gera og þetta það sem við skynsamlegt að gera ef við ætlum að halda áfram að byggja upp þessa mikilvæga atvinnugrein. Við vitum hvar skóginn kreppir, við þurfum að auka heilsársferðaþjónustu, við þurfum að fjölga stöðum. Við gerum það ekki með því að setja póststimpil á ferðarmenn sem koma hingað og senda þá tvist og bast landið. Við þurfum að tryggja að þeir hafi áhuga og að það setja taka á móti þeim víðar en nú er. Og þetta líka risa mál þegar kemur að því bara að álægja okkar fjölförnustu staði. Það orðið mjög mikið. Þannig að þetta svona, þetta það skynsamlega að gera. Ég erfitt fyrir mig að sitja hér og svara þessu öðruvísi en hérna, já. Akkurat. Hvað var hins spurningin? Kemst þetta inn í þingið ofur? Þetta í vinslu. Það mikilvægur að gera þetta vel. Þetta á dagskrá, þetta fer inn í þing og þetta verður klárað. Mikilvægur að gera vel en hratt. Ég verð nú að segja að ég ánægð með það svar. Og reyndar ýmislegt af hinum líka. En það sem að mér langar kannski áður við förum hérna og hörfum á aðeins meira á röddum ferðarþjónustunar það að ég hjó eftir því að forsætisráðherra sagði mjög skýrt hérna áðan að 12 mánaða fyrirvari yrði virtur, þetta verður þannig, segir hún, varandi þetta mál. Á sama tíma þá sjáum við rættum að fyrirvari, það sé búið að sjá fyrir löngu síðan eitthvað sem kom fram að sækja 7 milljarða í vörugjöld og eitthvað slíkt allir kílómetragjaldi allir að það geta gert sér fyrir þannig. Mér nú bara snikki á því að fyrirvarin byrjar að tikka sko þegar að málið samþykkt og við vitum hvað skatturinn heitir, hver hann hver á innheimtan, hvað margar krónur og svo framvegis. Þannig að hann byrjar ekki að tikka sko í mars þegar við vissum að það yrði sett á eitthvað svona. Eftir sammála forsætisráðherra í það 12 mánaða fyrirvarin verði pottþétt virtur. Og við þurfum meira lengri tíma, Jónas, ef við ætlum að horfa til hártoganir hvenær fyrirvari og hvenær ekki, en ég þekki þær sérstöku aðstæður sem ferðaþjónustan býr við og átta mig á því og hugmyndin með þessu gjaldi það sem tekja ferðamennum koma hingað og allar kannanir sína að þeir eru tilbúnir í slíkt gjald, þeir þekkja það eðlilegt, þetta eðlilegasta og hreinlegasta gjaldi sem þetta að taka af ferðamennum svo lengi sem þeir upplifa að það að fara í þessa staði. Það markmiðið. Þannig að þetta svona. Liggur fyrir. Við ætlum að fá nokkrar raddir í viðbót til þess að horfa á meðan við komum okkur betur fyrir hérna á sviðinu og fáum til okkar fleiri gesti.